Viska til frelsis, 4. kafli, sorgin. Að upplifa og takast á við sorgina er hluti af hinu jarðneska lífi. Sorgin hellist yfir okkur við missi af ýmsum ástæðum. Það getur verið fráfall maka, náins ættingja eða vinar og eða vegna atvinnumissis. Sorgartilfinningin er yfirþyrmandi þegar hún kemur og hefur lamandi áhrif. Hún dregur úr okkur lífsviljan og kraftinn og við fyllumst vonleysis og löngunin til að lifa hverfur. Sorgin hefur áhrif á okkur líkamlega. Við missum matarlyst og fáum ónot í magan og verk fyrir brjóstið og missum kraftinn og orkuna. Sorgarferli getur varað mislengi. Séum fráfall náins ættingi eða vinar að ræða koma upp minningar úr fortíð, stundirnar sem þú áttir með hinum látna. Þessar minningar auka á sorgina og einkennin magnast. Vertu meðvitaður að sorgin er tímabundið ástand og hún hjaðnar og hverfur að lokum og lífið heldur áfram. Mikilvægt er að vera meðvitaður sorgina og sætta sig við hana. Biðdu Guð að styrkja þig í sorginni og hjálpa þér og lýsa þér leiðina til að takast á við hana. Leyfðu þér að gráta þegar tárin byrja að streyma niður kinnar þínar. Ekki halda grátinum niðri. Hann er losun og losar spennuna í líkamannum sem fylgir sorginni. Gráturinn er meðalið við sorginni. Þér mun líða betur eftir að hafa grátið en síðan safnast upp ný spenna og þú hefur þörf á að gráta á ný. Leyfðu þér að gráta þegar þörf er á. Þannig mun sorgin hjaðna í brjóstinu og á lokum gengur hún yfir. Gott er að vera innan ættingi á vini og meðan á þessu stendur, þó svo að stundum sé gott að vera einn með sjálfum sér. Vímugjafar geta slegið á sorgina í augnablik en er skammvinnur vermir því hún mun hellast yfir aftur af enn meiri krafti en áður. Best er því að taka einn dag í einu og vera meðvitaður líðan sína og leyfa tilfinningunum að koma þegar þörf er á.